Við erum að rannsaka niðurbrotsferli í frumum sem kallast sjálfsátt og er mjög mikilvægt fyrir heilbrigða frumustarfsemi. Annars vegar til að hreinsa til í frumunni, til dæmis brjóta niður ónýtt prótein, og hins vegar til að hjálpa þeim að lifa af erfiðar aðstæður. Og þetta tvíþætta hlutverk sjálfsátts endurspeglast líka í hlutverki þess í krabbameinum. Það sem annars vegar verið okkur gegn krabbameinum, en hins vegar eftir að æxli myndast, þá hjálpar þetta þeim að þrífast við erfiðar aðstæður. Tengsl krabbameins og sjálfsátts hefur ekki ennþá verið fyllilega skilgreint, þannig að okkar meginmarkmið er að varpa frekara ljósi á þessi tengsl. Þótt að við séum að skoða síðan einhverja ákveðið prótein sem að virkar í þessu ferli, en það var einmitt svo skemmtilegt að hugsa hver er tengingin, hver er svona þessi almenna tenging. Kemur inn á ýmislegt eins og öldrun og offitu og ýmsa aðra þætti sem að rannsóknin okkar myndi líka skipta máli fyrir. Og til þess erum við meðal annars að nota krabbameinsfrumur úr mönnum og svo ætlum við að nota ávaxtafluguna sem tilraunalífveru. Við höfum skilgreint allt erfðamengið hennar, þannig að það er mjög gott og hún kynslóðatíminn er stuttur, þannig að það er mjög svona, maður fær niðurstöður fljótt, þannig að hún er mjög svona hentugt módel. Þær geta verið frá eggi og þar til að þær koma út, geta verið 10 dagar, eitthvað slíkt. Og við getum verið að skoða einmitt hvernig hver og ein fruma, samspil frumanna og samspil þá æxlis við nærliggjandi vef, og það er þetta samspil sem er svo mikilvægt að skoða. Og við geymum flugurnar í svona tilraunaglösum, í hitaskápum, þar sem að þær eru á sérstöku æti, og þarna nýtum við mjög mismunandi smásjártækni til þess að skoða þetta. Og það er einmitt þetta sem að gera þetta svo skemmtilegt, það er að fá svona öflugt fólk sem að algjörlega kemur með nýjar hugmyndir og kraft inn í þetta, og það gerir þetta algjör forréttindi að vinna við rannsóknir eins og þessar. Þetta verður mitt doktorsverkefni. Nema hvaða Valgerður er píanóleikari. og þegar maður hugsar út í það, vísindin, þetta eru þetta listform. En einmitt gaman að þú nefnir þetta, ég ætla að verða myndlistarmaður áður en ég fór í samtalíffræðina. Og ég er alltaf að segja fólk segir að ég hef tekið UBI, sko, en ég segi ekki. Ég finnst ég ennþá vera bara í skapandi grein í rauninni. Með tilkomu sjóðsins þá hreinlega stóreldust þessar rannsóknir og þá einmitt er farið að verða mögulegt að skoða af nýja vinkla, og það er ekki síst þegar að það eru skoðaðir einhverjir svona óvæntir vinklar sem að kannski eitthvað nýtt kemur upp og nýtt kemur fram, og það er akkúrat það að eiga þess kost að sækja fjármagn til þess að skoða eitthvað sem að kannski er stundum ekki augljóst að verði að einhverju. Það er akkúrat það sem gefur grunninn að því að við fáum síðan eitthvað nýtt. Þetta er það sem að gerir okkur kleift að stunda þessar rannsóknir. Og við gerum okkur svo ofsalega vel grein fyrir því hvað er þarna bakvið. Að á bakvið hverja krónu þarna er svo mikil hugsun að þetta nýtist, og það er þetta sem gefur okkur svo mikið á hverjum degi þegar við erum að skoða frumurnar, þegar við erum að skoða flugurnar, að það er akkúrat þetta, hvað kemur út úr þessu, og tengir þetta síðan við akkúrat bætta meðferð, bætta greiningu. Það er þetta sem skiptir öllu máli.